Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og vertu velkomin í þátt númer 8 af þessu hlaðvarpi. Í dag ætlaði ég að prófa að hafa aðeins lengri þátt heldur en venjulega, sjáum til hvort að það takist, en mér datt í hug að tala eitt atriði sem að ég er mjög reglulega að tala þegar ég er að kenna nemendum íslensku. Því eitt það helsta sem gerir það greinilegt að einhver er að tala tungumál sem að er ekki móðurmál aðilans er að hann er með einhvers konar hreim. Hann er með öðruvísi framburð heldur en þeir sem að tala tungumálið að móðurmáli. Það eru margar ástæður fyrir því að fólk þróar með sér svona hreim og að það á mjög erfitt með að losa sig við hann. Sumt af því getum við ekki gert neitt í, eins og til dæmis að við bara lærðum annað tungumál fyrst þegar við vorum ungabörn og lærðum að nota munnin og tunguna og munnholið á þá máta sem láta okkur tala eins og þau hin sem eru í kringum okkur sem tala sama tungumál, eins og fullorðna fólkið, foreldrar okkar og allir aðrir í kringum þig. Ef að þú ert að hlusta á þetta hlaðvarp, þá er mjög líklegt að þú sért í þeim hópi fólks sem hefur ekki lært íslensku sem sitt móðurmál. En þá er ekki öll von úti, því það eru til leiðir til þess að læra framburð og að læra að tala málið skýrar þegar við erum orðin fullorðin. Núna þegar við erum orðnir fullorðnir einstaklingar, þá getum við notað þekkinguna sem að við höfum safnað með okkur alla okkar ævi til að hjálpa okkur að skilja það sem að er okkur nýtt. Þegar þú ert að læra íslensku, þá ert þú ekki að læra hvað ég þýðir. Að það sé til orð sem að manneskjan ég get notað og manneskjan þú getur notað til þess að tala sjálfa sig líka. Og það er sama orð. Hvernig getur ég og þú báðir verið ég? Þetta er eitthvað sem þú skilur því að þú veist alveg hvað persónufornöfn eru. Því þú ert orðin, fullorðin einstaklingur og búin að læra þá hluti sem að flest börn læra í kringum 4 ára aldurinn. Þannig að þegar við ætlum að reyna að læra ný tungumál og að ná að segja hljóðin sem að eru hluti af málinu, þá reynum við að búa til einhvers konar mynstur. Að búa til reglukerfi fyrir okkur sem að segja til hvernig til dæmis eitt hljóð í nýju tungumáli hljómar nákvæmlega eins og hljóð sem að er í manns eigin tungumáli, eða að það sé einmitt hitt hljóðið, hin útgáfan af hljóðinu. Þetta er til dæmis eins og að hugsa bókstafinn R sem að á frönsku myndi vera kókhljóð, þar að segja sagt í rauninni með hálsinum, r. Á meðan á íslenskunni þá er það eins og spænskan, þar sem það er rúllandi fremst á tungunni.
Það ágætlega erfitt hljóð að ná að búa til og krefst æfingar og sífelldrar endurtekningar. En með því að muna alltaf eftir því að maður þarf að segja þetta erfiða hljóð, með því að muna eftir mynstrinu að, já, íslenskan með rúllandi R-i, þá verði ég að segja R-in mín rosa mikið, þó að ég myndi aldrei segja R annars. Þetta til dæmis sérstaklega erfitt fyrir þá sem að eiga ensku að móðurmáli og hafa alltaf talað bara eins og generation, ekki generation eða eitthvað þannig. Það eitt mynstur og ein regla til að átta sig á, að öll R á íslensku eru sögð rúllandi. En það var einn regluflokkur sem að mig langaði að tala sérstaklega og það sérhljóðarnir á íslensku. Af því að eins og þú hefur örugglega séð á þinni leið í gegnum íslensku námið þitt, þá eru samhljóðarnir okkar ekkert alltaf eins. Pældu í orði eins og ómögulegt, sem impossible. Það eru 2 G. Það O-M-Ö-G-U-L-E-G-T. Þannig að ef þú læsir það og sér þessi 2 G standa þarna og hugsar ekki neitt það hvernig þetta ætti að virka á íslensku, þá gætur þau sagt ómögulegt. En það ekki íslenska, af því að G-in þarna breytast vegna ákveðna kringumstæða. Og það eru fleiri stafir á íslensku sem að eru með svona skrifuðum og óskrifuðum reglum hvernig á að bera það fram. Svona ósagðir, ósýnilegir hlutir það hvernig þú berð íslenskuna fram öðruvísi en hún endilega stendur á blaði. Þetta á við eiginlega öll tungumál í heiminum sem að eiga sér ritað mál með bókstöfum. En sérhljóðarnir okkar, þeir eru einsdæmi, eða kannski ekki einsdæmi í heiminum, en það eru allavega með nokkuð skýra reglu. Það að þeir eru alltaf eins. A sem stendur eitt og sér alltaf að fara að hljóma eins og A. E sem stendur eitt og sér alltaf að fara að hljóma eins og E. Og það alveg sama hversu hratt eða áherslubundið við erum að tala. Við getum kannski breytt tónhæðinni, þar að segja pitchinu, eða sagt þetta mjög langt eða stutt. En allir þessir bókstafir eru alltaf sagðir eins. Ef við tökum dæmið sem ég kom með áðan með generation, það G-E-N-E-R-A-T-I-O-N. Generation, ekki generation. Væntanlega það að fara að vera sagt öðruvísi á ensku heldur en það væri lesið á íslensku. En þessir sérhljóðar eru mjög svipaðir hvorum öðrum í þessu orði. Og það ekki það sama eins og wholesome. Wholesome. Það eru 2 O sem að hljóma alls ekkert lík. Eitt þeirra tvíhljóð. Wholesome. Þetta myndi ekki gerast á íslensku. Og hvað þýðir þetta íslenskuna þá? Þetta segir
að það eru bara fáeinar útgáfur til af sérhljóðum yfir höfuð. Ef þú ert að segja hljóð sem að er opið, þú segir það með opnum munni og það hefur ákveðin hljómblæ, þá er ekki að fara að vera einhvers konar millivegur eða æ nei, þetta orð kemur frá frönsku og þess vegna segjum við þetta á þennan máta. Það gerist ekki. Sérhljóðirnir okkar eru alltaf eins. Þetta er ágætlega mikilvæg staðreynd að gera sér grein fyrir og getur verið mjög hjálpleg þegar maður er að hlusta á tungumálið og svo að lesa það. En þetta býr til vandamál. Það fyrsta er atriðið að já, þetta er einfalt. Það eru fáir möguleikar í boði. En það þýðir að það er mjög erfitt að ætla að ná að hitta nákvæmlega rétt á þessa sérhljóða. Þannig að ef þú segir a en ekki a, þetta er ekki bókstafurinn a. Þetta er annað hljóð sem að er ekki þannig séð til á íslensku. Bókstafurinn e. Það er mjög skýrt að þetta er nákvæmlega sérhljóðin og ekki eitthvað annað. Það eru ýmis atriði sem valda þessu í málinu, að það séu ekki til einhvers konar margar útgáfur af þessum hljóðum og kannski liggur það þá helst í því að það er svo gott sem engir hreimar til á íslensku. Þetta er ekki eins og austurströnd Íslands tali öðruvísi íslensku heldur en þau sem búa á vesturströndinni. Það eru einstök málfarsatriði og kannski orðanotkunaratriði sem eru öðruvísi á milli norðurhluta Íslands og suðurhluta Íslands. En hreimslega er ekki munur. Í það minnsta ekki á sérhljóðunum. Þegar ég er að segja fólki frá þessu, þá tek ég dæmi fiðluleikara. Það er að segja einhver sem að spilar á hljóðfærið fiðlu. Og kannski einhver sem að er ekki búin að gera það í mörg ár. Einhver sem að er byrjandi. Það eru kannski einhver ykkar sem að tengja við þá upplifun að hafa átt til dæmis systkini eða einhver sem var í skólanum sem að var að læra á fiðlu eða einhvers konar strengja hljóðfæri eða allavega að vita hvernig það er að hlusta á einhvern sem er ekki orðin mjög æfður og mjög reyndur með hljóðfærið. Því að það er yfirleitt að fara að vera ágætlega falskt spilað. Fiðla virkar á ágætlega einstakan máta vegna þess að hálsinn, þar sem að þú setur fingur vinstri handar til þess að breyta tónhæðinni á strengnum, er ekki með neinum böndum, þetta er frets, eins og væri að finna á gítar eða bassa eða öðrum strengja hljóðfærum sem eru með böndum til að hjálpa þér að finna réttan tón alltaf, svona eins og takkar á píanói. Þau hafa öll möguleg hljóð í boði á hverjum streng, sem að þýðir að þegar þau ætla til dæmis að fara frá nótunni G og upp 2 hálftóna, 2 semitones, upp á nótuna A, þá þurfa þau að geta hitt á punktin á hálsinum
upp á millimeter og jafnvel minna en millimeter til þess að nótan sé rétt. Nemandinn heldur að hann sé að spila A og hann er mjög líklega að spila einhvers staðar þar sem hann er mjög nálægt A, en bara vegna þess að hann er búinn að vera svo stuttan tíma að þroskast með hljóðfærinu, þá er hann ekki búinn að þróa með sér vöðvakerfið og taugakerfið sem að næra að hitta nákvæmlega rétt alltaf. Þess vegna æfa fiðluleikarar líka tónstiga endalaust til að verða betri í akkurat þessu. Þannig að ef að fiðluleikarinn hittir á punkt sem að er aðeins fyrir neðan rétta staðinn, þá er það falskt. Ef að hann hittir aðeins fyrir ofan punktinn, þá er það líka falskt. Hvorugt var nákvæmlega rétt, af því það var bara einn punktur í boði og hann er ágætlega nákvæmur, þessi punktur. Og það mun taka þennan einstakling sem spilar á fiðluna mörg ár í að verða góður í að hitta alltaf rétt. Og jafnvel kannski að heyra þegar hann hefur næstum því rétt fyrir sér og getur svona lagað sig inn á það að hann beigi tónin upp eða niður á fullkomna staðinn. Þetta er nákvæmlega eins og að segja sérhljóða. Þegar við opnum munnin og tæknilega séð syngjum einhvers konar hljóð, þá er ótrúlega mikið af hljóðum í boði. Það er hvað sem er sem að við gætum notað og sagt, eins og allt bilið á strengnum á fiðlunni. En alveg eins og fiðluleikarinn þarf að æfa sig í að hlusta á og ná að setja puttan á réttan stað til að hitta á réttan tón, þá þurfum við að æfa okkur í því að hitta á nákvæmlega réttan sérhljóða. Að það sé ekki aðeins of breiður sérhljóði eða þröngur, að það sé ekki of aftarlega í munnunum eða framarlega, heldur að hann hljómi nákvæmlega rétt. Og þetta tekur mánuði eða ár að læra. Alveg eins og fiðluleikarinn mun taka mörg ár í að ná að læra að gera þetta vel. Munurinn á fiðluleikaranum og þeim sem er að læra tungumál er að tungumála talandinn segir miklu oftar sína sérhljóða heldur en fiðluleikarinn gæti nokkrum tíma getað gert, allavega með mennskum höndum. Það er að segja, við fáum miklu fleiri tækifæri til þess að gera hlutin rétt eða vitlaust. Við fáum meira af gögnum upp úr okkur þegar við tölum. En þetta tekur tíma og þetta tekur opin eyru og nákvæman huga að æfa sig í. Mér finnst þessi pæling setja tónin mjög skýrt hvernig við berum fram allavega íslenskuna. Sérhljóðarnir á íslensku eru fáir. Þeir eru einfaldir, en það þýðir þá einmitt að þeir eru nákvæmir. Þannig að þú sem að ert að reyna að læra að tala skýra íslensku, þarft að opna eyrun fyrir því. Hvernig er þessi sérhljóða tónstigi á íslensku öðruvísi heldur en sá sem að ég er vanur á mínu tungumáli? Hvað er líkt og hvað er ólíkt? Hverju þarf ég að breyta frá því sem að ég upplifi að þessi stafur sé til þess að ég nái að verða eins og sá íslenski? Til þess að ég nái að segja hann eins og hann er á íslensku?
Nú ég búin að tala virkilega lengi, miklu lengur heldur en ég vanur að gera fyrir þessa þætti. Mér langaði bara að fá að prófa þetta einu sinni allavega og sjá hver viðbrögðin eru, að sjá hvað ykkur finnst. Þannig að ef að þið hafið skoðun á þessu, þá megið þið endilega láta mig vita á Facebook síðu þáttarins. Og ef að þú vilt fá að sjá uppritunina af þessum þætti, þá mun hún vera í boði á Patreon síðu þáttarins. Og þá getur þú líka séð og prófað, það sem ég sagði rétt? Ég að segja öll e-in mín eins í hvert skipti sem það birtist í orði í textanum? Eða ég bara að bulla? Ég held að ég sé ekki að bulla, en kannski upplifir þú þetta öðruvísi. Þá vildi ég gjarnan fá að heyra þessa upplifun þína. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra í dag. Ef að þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language. I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's gonna be within the Linktree link that you're gonna see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.